Þá tekur til máls Þorvaldur Gylfason. Gjörðu svo vel. Formaður, virðulegur ráðsfulltrúar. Mér langar að lýsa djúpri ánægju minni með viðbrögð Ómars Ragnarssonar og Vilhjálms Þorsteinssonar við þeim viðbótarákvæðum sem við höfum lagt fram til mannréttindakaflans í dag. Og mér langar einnig að bregðast við því sem kom fram í máli Pawels Bartoszek og Eiríks Bergmanns Einarssonar. Sko, við í A-nefndinni teljum að menningararfur íslensku þjóðarinnar verðskuldi sérstakt ákvæði og vernd í nýrri stjórnarskrá. Og við skilgreinum menningararfinn sem þjóðareign, ekki til að undirstrika eignarréttin sem slíkan, heldur þá ábyrgð sem fylgir varðveislu menningararfsins. Við höfum þjóðareignarákvæðið menningararfinn næst á undan alveg samskonar þjóðareignarákvæði náttúruauðlindirnar, einmitt til að undirstrika hliðstæðuna. Og orðalag beggja greina, eins og Ómar Ragnarsson rakti, tekur mið af lögunum þjóðgarðinn á Þingvöllum frá 1928. Og þar stendur: hið friðlýsta land skal vera ævinleg eign íslensku þjóðarinnar. Það má aldrei selja eða veðsetja. Með öðrum orðum, Þingvallalögin skilgreina þjóðareignarhugtakið. Þjóðareign er eign sem aldrei má selja eða veðsetja. Þjóðareign er með öðrum orðum þess eðlis, sem sagt, að hana má aldrei selja eða veðsetja. Hún er þess vegna annarrar náttúru en ríkiseign. Dæmi ríkiseign er skrifstofuhúsnæði í eigu ríkisins, til dæmis Arnarhvoll. Ríkiseignir má að sjálfsögðu selja eða veðsetja, það er ekkert vandamál. En þjóðareign er eign okkar sem lifum nú og ófæddra eftirkomenda okkar. Hana má þess vegna aldrei selja eða veðsetja, því að þá breytum við hugsanlega á rétti afkomenda okkar og einnig hvert á rétti annars. Og það er þess vegna rétt og hyggilegt í verndarskyni að skilgreina dýrmætar sameignir okkar sem þjóðareignir til aðgreiningar frá hinum miklu hversdagslegri ríkiseignum. Og þetta er gamall skilningur úr Þingvallalögunum og sem hefur verið ítrekkaður í stjórnsýslunni oft. Í nefni 2 dæmi. Stjórnarskrárnefnd undir stjórn Dr. Gunnars Thoroddsen forsætisráðherra fyrir 30 árum lagði einmitt þennan skilning í þjóðareignarhugtakið. Orðið þjóðareign kom oft fyrir í stjórnarskrár textatillögum Gunnars Thoroddsen og félaga hans. Og sama skilning lagði auðlindanefnd undir stjórn Dr. Jóhannesar Nordal, seðlabankastjóra, fyrir röskum áratug í hugtakið. Þar voru nytjastofnar á Íslandsmiðum lýstir þjóðareign í formlegri tillögu nefndarinnar að texta í stjórnarskrá. Þjóðfundurinn 1910 tók undir þetta sjónarmið og það er þung krafa í þjóðfélaginu að þessi hugsun rati inn í nýja stjórnarskrá. Og okkur finnst rétt að leggja sama skilning í menningararfinn sem þjóðareign. Ég geri mig grein fyrir því að sumir kunna að telja sig finna í textanum tvítekningu. En tvítekningin er nauðsynleg af því hún er partur af skilgreiningunni. Vilhjálmur tiltók sjálfbærnina og síðan segjum við að auðlindirnar megi ekki skerðast til langs tíma. Það má líta á þetta sem tvítekningu, en þetta er tvítekning sem þjónar þeim skýra tilgangi að það fari ekkert á milli mála. Að með sjálfbærni eigum við að til þess séð, að tryggt sé, að auðlindirnar skerðist ekki til langframa.
Náttúra Íslands er friðhelg, segjum við. Hana ber hverjum og einum að vernda og virða. Þetta er tvíþætt nýmæli frá mínum bæjardyrum séð. Með því að lýsa náttúruna friðhelga til jafns við friðhelgi einkalífs og friðhelgi eignarréttar annar staðar í mannréttindakaflanum erum við að undirstrika mikilvægi náttúrunar og gagnkvæman rétt hennar gagnvart okkur mönnunum. Og mér er ekki kunnugt svo afdráttarlaus náttúruverndar ákvæði í stjórnarskrám nálægra landa þótt til séu dæmi fjarlægari lönd sem hafa stigið skref í þessa átt. Og málið er þetta, við höfum ekki leyfi til að níða náttúruna, hvorki hennar vegna, né okkar sjálfra. Og í annan stað er réttur þjóðarinnar til heilnæms umhverfis og óspilltrar náttúru skilgreindur í okkar texta sem mannréttindi. Og þetta gerum við til að hnykkja á mikilvægi þess að við virðum og verndum umhverfið. Og með því að skilgreina umhverfisréttin og þá einnig þjóðareign náttúruauðlindanna sem mannréttindi í samræmi við alþjóðlega mannréttindasáttmála sem Íslendingar hafa staðfest, miðum við að því að hefja umhverfið og auðlindirnar á hæsta stig sem hugsast getur. Sem er nokkuð góð íslenska, séra Matthías hefði getað talað hæsta stig sem hugsast getur, úr því að Vilhjálmur kvartaði undan því. Við setjum markið reyndar jafn hátt í þeim greinum sem fjalla menntun og heilbrigðisþjónustu og almannatryggingar sem njóta nú verndar í stjórnarskrá samkvæmt okkar tillögum í fyrsta skipti. En friðhelgi náttúrunnar þýðir þó auðvitað ekki að við megum ekki nýta hana, en það segir sig sjálft. Friðhelgin þýðir að við þurfum að sýna náttúrunni tilhlýðilega virðingu við nýtingu hennar í okkar þágu. Og sama á auðvitað við friðhelgi eignarréttarins, stjórnarskrár tillögur okkar leyfa, líkt og gildandi stjórnarskrá, að eignarréttinum séu settar tilteknar skorður. Og þess vegna leggjum við, eins og formaður nefndarinnar Silja Bára Ómarsdóttir lýsti, til svofellt ákvæði samkvæmt fyrirmynda í þýsku stjórnarskráni: nýting eignarréttar skal ekki ganga gegn almannahag. Að lokum þetta ákvæðinu rétt almennings til aðildar að dómsmálum varðandi mikilvægar ákvarðanir sameiginlegar auðlindir og umhverfi er ætlað að hjálpa fólki. Því er ætlað að hjálpa fólki við að leita réttar síns gagnvart þeim sem spilla náttúru landsins. Eins og nú háttar geta dómstólar vísað frá slíkum málum með þeim rökum að Jón og Gunna eigi ekki lögvarða hagsmuni. En nái nýja ákvæðið fram að ganga, sem ég vona, verða dómstólar að taka slík mál til umfjöllunar. Og við það mun vænkast réttur þeirra sem vilja standa vörð náttúruna. Ég þakka hljóðið. Þorvaldur Gylfason, gjörðu svo vel. Já, formaður, góðir ráðsfulltrúar. Mér langar að þakka þeim sem tekið hafa til máls vel fyrir margar góðar ábendingar sem við í Anend munum að sjálfsögðu skoða mjög vandlega. En það eru tvö efnisatriði sem mér langar til þess að taka upp. Mér langar í fyrsta lagi að bregðast við ræðu Írisar Lindar Sæmundsdóttur áðan greinina íslenskan menningararf. Eins og ég lýsti í máli mínu áðan, að þá teljum við í nefnd A að menningararfur íslensku þjóðarinnar verðskuldi sérstakt ákvæði og vernd í nýrri stjórnarskrá. Bæði arfsins vegna sjálfs og vegna þessara hlutæðu við náttúruauðlindir í þjóðareign sem fjallað í greininni strax á eftir. Og ég tel að túlkun greinarinnar sé ekki neinum sérstökum vafa undirorpin. Ég ætla að fá að lesa greinina fyrir ykkur fyrst, hún er bara 2 línur
og túlkana svo. Þjóðareignir sem heyra til íslenskum menningararfi, svo sem þjóðminjar og fornrit, má hvorki eyðileggja né afhenda til varanlegra eignar eða afnota, selja eða veðsetja. Þið heyrið rýmið við orðalagið úr Þingvallalögunum frá 1928 sem ég lýsti áðan. Takið eftir því hvað greinin segir ekki. Hún segir ekki þjóðareignir sem heyra til íslensku menningararfi, svo sem allar þjóðminjar og öll fornhandrit má hvorki eyðileggja né afhenda og svo framvegis. Tökum dæmi. Katrín kenndi okkur sögnuna að snappa í gær. Setjum við svo að þjóðminjasafnið snappari og við sæjum Valþjófsstaðahurðina auglýsta á eBay. Það væri atburður sem þessari grein er ætlað að standa í vegi fyrir. Setjum við svo að einhverjar ómerkari þjóðminjar úr safninu rötuðu á uppboð eða inn á einkaheimili í leyfisleysi, að þá gæti það komið til kasta dómstóla að ákveða hvort þessi grein ætti við þær eða ekki. Í þessu er verndin fólgin. Tökum annað dæmi. Setjum svo að Skarðsbók dúkkaði upp á eBay. Það vill svo til að Skarðsbók er komin í eigu íslensku þjóðarinnar vegna þess að bankarnir keyptu hana fyrir 36.000 pund á uppboði í London árið 1965 ef ég man árið rétt. Og gjafabréfið var stílað á íslensku þjóðina, ekki á íslenska ríkið. Þannig að Skarðsbók er skýrt dæmi fornhandrit sem þjóðin á og sem þessi grein segir að megi hvorki eyðileggja né afhenda til varanlegar eignar eða afnota, selja eða veðsetja. Setjum svo að listasafnið snappaði og við sæjum allt í einu bunka af Kjarvals málverkum auglýstan á eBay eða hjá Gallerí Borg. Þá myndi þessi grein aftur að koma réttum eiganda til varnar. Setjum svo að listasafni vildi selja einhverjar ómerkari myndir úr safni sínu, að þá væri það dómstólanna að ákveða hvort safnið hefði leyfi til þess. Ég sé það fyrir mér að listasafni skildi geta haft áhuga á því að endurnýja verk í safni sínu og þá skilst mér að samkvæmt gildandi lögum eða minnst hvort reglum sé sá háttur hafður á að þá verði að kaupa annað verk eftir sama listamann. Þetta get ég þó ekki fjölist á nánari upplýsinga, en þið sjáu hvað ég er að fara. Ef einhver telur að það sé verið að brjóta á rétti þjóðarinnar með því að selja verk úr listasafninu, þá hefur hann rétt til þess, ef þessi grein verður samþykkt, að láta reyna á það fyrir dómstólum. Og þeir myndu síðan ákveða hvaða þjóðareignir heyra til íslensku menningararfi í skilningi greinarinnar. En sumar eignir eru hluti af okkar sameiginlega menningararfi með svo skýrum og ótvíræðum hætti að þar getur engin efi komist að. Og þess vegna nefndi ég Valþjófsstaðahurðina og Skarðsbók og fínustu málverk Kjarvals. Hitt atriði var það hlut sem að Þorkell Helgason sagði í ræðu sinni. Hann var að fjalla greinina sem hljóðar svo: öllum handhöfum ríkisvalds ber að virða mannréttindareglur sem bindandi eru fyrir ríkið að þjóðarétti og tryggja með lögum að farið sé eftir þeim. Þorkell spurði, þarf að taka þetta fram, er þetta ekki augljóst? Ástæðan til þess að það þarf að taka þetta fram að minni hyggju er svo að þó að þetta sé augljóst þá hefur ekki verið eftir því farið. Ég bara minni á það að árið 2007 felldi mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna úrskurð fiskveiðistjórnarkerfi samkvæmt mannréttindasáttmála sem Ísland hefur bæði undirritað og fullgilt og sem Íslandi bar að taka mið af vegna þess að samningurinn er bindandi. Síðan eru liðin á 4. ár og ríkisstjórn Íslands hefur ekki enn brugðist við þessu. Og þess vegna meðal annars þykir mér rétt
að hafa þetta ákvæði þarna inni til áréttingar og fleiri dæmi máli mínu til stuðnings mætti nefna. Takk fyrir.